Það haustkvöld í Herdísarvík, 31. október 1939. Það kvöld settist Einar aldrei þessu vant ekki í stólinn sinn, heldur á legubekkin sem stóð betur við útvarpstækinu og hlustaði hljóður á það sem flutt var. Horfin veröldinni og veröldin horfin honum, eins og Sigurður Nordal komst að orði. Þennan dag varð Einar Benediktsson 75 ára og Ríkisútvarpið helgaði þjóðskáldinu dagskrá sína. Hann hafði ekki komið til Reykjavíkur í nokkur ár og fáir komu að heimsækja hann. Hann lifði því mjög kyrrlátu lífi í Herdísarvík, var þar fáskiptin og fámáll, en því ljúfari og hýrari sem árin færðust yfir. Hálfum 3. mánuði eftir afmælið, í ársbyrjun 1940, var hann allur. Steingrímur J. Þorsteinsson prófessor, fyrsti ævisöguritari Einars, segir á einum stað: Oft og sárt hefur Einar sjálfsagt fundið til þess hlutskiptis að vera stórskáld smáþjóðar. Þess vegna miklaði hann fyrir sér gildi og hlutverk þjóðarinnar. Hann var borinn til þess að verða heimskáld, dæmdur til að yrkja á tungu fámennrar þjóðar. En innan þeirra takmarka sem tungan setur ríki hans voldugt. Þótt lítið sé að umfangi það mikið að inntaki. Afmælisdagskrá útvarpsins þetta októberkvöld fjallaði næstum öll ljóðskáldið Einar Benediktsson og það gerðu einnig minningargreinar að honum látnum. Athafnamannin Einar Benediktsson var minna sagt. Hann sem hafði alla ævi barist ótrauður fyrir efnahagslegri upphefð Íslands með ráðum og dáð og varið til þess miklu meiri kröftum en til kvæðagerðar. Hann hafði að vísu ekki árangur sem erfiði í fjárhags- og framfaramálum þjóðarinnar sína daga, þótt hann sjálfur væri lengstum í góðum efnum. En nánast allt sem hann stemdi að með storminn í fangið átti þó eftir að verða með einum eða öðrum hætti eftir hans dag. Að Jóni Sigurðssyni forseta látnum var Benedikt Sveinsson, sýslumaður Þingeyinga, faðir Einars Benediktssonar, kunnasti forystumaður þings og þjóðar í sjálfstæðisbaráttunni til dauðadags 1899. Hann hélt merki Jóns forseta á loft í þjóðfrelsismálum. Á efnahagsmál bar hann þó ekki sama skinn og Jón. Þetta átti eflaust nokkurn þátt í því að hagfrelsisbarátta Jóns forseta féll nú í skugga þjóðfrelsisbaráttunnar, sem gnæfði yfir önnur þjóðmál allt fram til ársins 1918, þegar sambandslög Íslands og Danmerkur tóku gildi. Það fyndist því smám saman yfir hina þungu áherslu sem Jón forseti hafði lagt á nauðsyn frjálsra viðskipta í öllum greinum og þá leið á nauðsyn erlends fjármagns til framkvæmda. Að loknu lagaprófi í Kaupmannahöfn árið 1892 varð Einar Benediktsson hægri hönd föður síns við sýslumannsembættið í Þingeyjarsýslu. Fluttist síðan suður til Reykjavíkur og hafði þar mörg járn í eldi. Hann hóf þar fasteignamiðlun fyrstur manna og stofnaði jafnframt fyrsta dagblað landsins, Dagskrá, sama ár. Hann var ritstjóri blaðsins og skrifaði jöfnum höndum stjórnmál, atvinnuvegi, bókmenntir og menningarmál. Dagskrá var frá öndverðu eitt skæðasta vopnið í stjórnarbótarsókn Íslendinga. Einar Benediktsson barðist einnig á síðum blaðsins fyrir eflingu íslenskra atvinnuvega, ekki aðeins fiskveiða og ferðaþjónustu, heldur einnig hrossaútflutnings með bættri hestarækt og bankaþjónustu og hélt marga opinbera fundi til að vinna þessum málum fylgi. 20 árum fyrir stofnun Alþýðusambands Íslands hvatti hann verkamenn til að stofna félagsskap, til að standa á rétti sínum og til að örva vinnuveitendur til hagræðingar í rekstri. Hann brýndi stjórnvöld til að örva þjóðarbúskapinn til að draga úr atvinnuleysi, 40 árum áður en John Maynard Keynes
upphafsmaður nútíma þjóðhagfræði, setti sömu kenningu fyrst fram af fullum þunga í höfuðriti sínu árið 1936. Einar Benediktsson hvatti einnig til háskólastofnunar og háskólabyggingar af brennandi áhuga. Hálfri öld áður en húsið reis. Málflutningur hans fór sem þungur þytur landið, eins og sagt hafði verið Jón Sigurðsson. Steingrímur J. Þorsteinsson segir: Í blaði sínu, bréfum og kveðskap frá þessum tíma kemur Einar ekki aðeins fram sem efni í sjálfstæðisleiðtoga og áhugamaður efnalega og andlega viðreisn þjóðarinnar. Hann virðist þar einnig efni í alþýðuforingja og standa nærri jafnaðarmönnum. Þannig hóf Einar Benediktsson merki Jóns Sigurðssonar á loft að nýju, bæði hagfrelsismerkið og þjóðfrelsisins. Einar nefndi Jón Sigurðsson þó sjaldan til sögunar. Heldur gerði næsta lítið úr framlagi hans ef hann þá minntist hans á annað borð. Birtist þar ein lindisengun Einars sem átti ef til vill nokkur þátt í því hversu lítt honum varð ágengt helstu áhugamál sín sína daga. Einar var oft illskeittur og ómildur í dómum menn og mál og egnaðist því fleiri andstæðinga og óvildarmenn en efni stóðu til. Þessi tilhneiging Einars eftirtektarverð vegna þess að enginn hefur ort betur nærgætni en einmitt hann. Eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt sem dropi breytir veig heillar skálar. Þel getur snúist við atorð eitt, aðgát skal höfð í nærveru sálar. Svo oft leyndist strengur í brjósti sem brast, við biturt andsvar gefið án saka, hve iðrar margt líf eitt augnakast sem aldrei verður tekið tilbaka. Óvæginn og stundum hránalegur málflutningur Einars Benediktssonar hefur trúlega dregið úr sannfæringarmætti hans á heimaslóðum, þar sem menn þekktu hann vel, en hann galt þessa ekki í útlöndum. Þar naut hann ljúfmannlegrar kímnigáfu sinnar og glæsimennsku til fulls. Sem trúnaðarmaður Marconi-félagsins lagði hann til að mynda grundvöllin undir þráðlaust loftskeytasamband á milli Noregs, Svíþjóðar og annarra landa. Þótt honum tækist ekki að sannfæra landa sína yfirburði loftskeyta yfir sæsímalínur. Jón Sigurðsson hafði allt annan stíl en Einar Benediktsson. Jón gat að vísu verið harður í horn að taka, en hann var einnig mildur í dómum og kostaði kapps að láta menn njóta sannmælis og þakka þeim vel unnin verk, og hann egnaðist marga dygga samherja fyrir vikið. Hann skildi að gott umtal yfirleitt gagnkvæmt og hann lifði eftir því. Steingrímur J. Þorsteinsson lýsir Einari Benediktssyni sem jafnaðarmanni og hefur langa baráttu hans fyrir bættri fátækralöggjöf til marks. Einar veitist einkum að henni miklu og ranglátu réttarskerðingu sem þurfalingar verði fyrir bústaðarval, hjúskaparstofnun og stjórnmálaréttindi. Ennþá eimdi eftir að vistarbandinu aldarfjórðungi eftir afnám þess. Lögin svipta hinn vítalausa þurfamann frelsi, æru og mannréttindum, segir Einar árið 1915. Hann segir vistarbandsákvæði fátækralagana að þau slái öllum dyrum opnum fyrir þeirri ómannúðlegu og heimskulegu reppapólitík sem svo lengi hefur verið fjölda landsmanna til eyðileggingar og þjóðfélaginu öllu til ómetanlegs tjóns og vansa. Það var einmitt vistarbandið sem Jón Sigurðsson hafði veigrað sér við að beita sér gegn. Réttur hans til að skipta verustað sem megin kjarni hins svokallaða persónulega frelsis skertur. Réttur hans til þess að stofna heimilisstöðu fyrir sjálfan sig skertur, með því að hann getur orðið hindraður frá giftingu. Öll sú eymd og spilling sem leitt hefur að þessu herfilega harðneskjuboði á Íslandi ómælanleg. Meðan hreppsnefndirnar voru að kaupa fjölskyldur með efnilegum börnum árum saman út úr landinu,
var fjölda einstaklinga stíjað í sundur frá því að stofna heimili og oft og einatt með prettum og ofbeldi. Þegar litið til þess eins að slíkt athæfi var álitið hyggileg pólitík fyrir hagsmuni smáþjóðarinnar í stóra landinu, getur maður í rauninni tæplega furðað sig á neinu öðru af þeim ólögum og afglöpum sem hafa haldist í hendur til þess að kyrkja og bæla niður framfarir þjóðarinnar. Allar aðrar orsakir fátæktarinnar heldur en sjálfsvíti eiga eftir mildum reglum mannúðarinnar að veita öreigum hjálparheimild, án þess að þeir missi að neinu leyti virðing eða mannréttindi í þjóðfélaginu. Alþingi hefur lítið sem ekkert fengist við fátæktaralöggjöfina langan tíma. Þingmenn eyða þeim nauma starfstíma sem þeim veittur í alls konar ómerkilega lagasmíð. En ofsóknarlögin gegn fátækum mönnum eru látin haldast áratug eftir áratug án þess að nokkur hreyfi við þeim. Gæti þjóðinni nokkuð tímann auðnast að fá skaplega skipað alþingi? Ætlandi að þessu ástandi verði breytt einna fyrst af öllu því sem nú stendur í vegi fyrir viðreisn alþýðu? Steingrímur J. Þorsteinsson lýsir þeirri skoðun að Einar Benediktsson hafi síðar orðið afhuga jafnaðarstefnu, að áhugi hans á efnahagseflingu hafi orðið að auðhyggju, en alþýðu umhyggjan hafi hjaðnað fljótt, enda hafi hún aldrei staðið djúpum rótum í huga Einars. Það rétt að Einar Benediktsson varð snemma afhuga þjóðnýtingu framleiðsluafla og ríkiseign, en hann var ekki minni jafnaðarmaður fyrir því. Hann var langt á undan samtíð sinni. Þýskir jafnaðarmenn hurfu frá þjóðnýtingar og ríkisegnarstefnu og tóku upp markaðsbúskaparstefnu árið 1956, næstum 60 árum á eftir Einari Benediktssyni. Breskir jafnaðarmenn féllu ekki formlega frá þjóðnýtingarstefnu sinni fyrr en 100 árum á eftir Einari. Réttlætis og hagsældar hugsjón Einars Benediktssonar jöfnuð í skjóli fjármagns hefur aldrei verið í fyllra samræmi við stefnu evrópskra jafnaðarmanna en einmitt á okkar dögum. Kveðskapur Einars Benediktssonar á öllum æviskeiðum vitnar djúpa samúð hans með öllum þeim sem höllum fæti standa. Ævilöng barátta hans fyrir bættum hag Íslands helgaðist af hvoru tveggja í senn, sögulegum og menningarlegum metnaði fyrir hönd þjóðar sinnar, þeim órofa metnaði sem var efstur í huga Jóns Sigurðssonar og knúði hann áfram, og umhyggju fyrir fátæku fólki. Sjá hinn ungborna tíð vekur storma og stríð, leggur stórhuga dómin á feðrana verk, heimtar kotungum rétt og hinn kúaða stétt, hristir klafan og sér hún voldug og sterk. Allt skal frjálst, allt skal jafnt, réttan skerfsinn og skamt, á hvert skapar hans barn, allt frá vöggu til grafar. Einar Benediktsson varð ekki fyrstur manna til að boða þá kenningu að virkja mætti fallvötn á Íslandi til rafmagnsframleiðslu. Til þess varð fyrstur Frímann B. Arngrímsson, sem hafði farið ungur vestur haf og starfaði meðal annars hjá rafmagnsfyrirtækinu General Electric. Frímann hélt heim til Íslands árið 1894 og flutti löndum sínum þann boðskap að lýsa mætti alla Reykjavík með rafmagnsljósum án mikils til kostnaðar. Frímanni var ekki vel tekið og hann fluttist skömmu síðar til Skotlands. Norðmenn stóðu þjóða fremstir í fossavirkjun. Þeir höfðu virkað fyrstu fossa sína árið 1885, en umtalsverður skriður komst þó ekki á fossavirkjunar framkvæmdir í Noregi fyrr en 20 árum síðar,
eða það leyti sem Einar Benediktsson flutti búferlum til útlanda til að stofna þar hlutafélög til að reisa vatnsorkustöðvar og virkjanir á Íslandi. Einar bjó lengstum erlendis frá 1907 til 1921, fyrst í Edinborg og síðan ýmist í Kaupmannahöfn, Osló eða London, en var þó tíður gestur heima á Íslandi í viðskiptaerindum. Þetta voru féfanga og framkvæmda ár. Einar Benediktsson varð ekki heldur fyrstur til að afla umráðaréttar yfir ýmsum fossum og fallvötnum Íslands til virkjunar, því að það gerði fyrstur manna Oddur Sigurðsson. Hann kom hingað til lands árið 1897 frá London, þar sem hann starfaði, og náði leigusamningum meðal annars Dettifoss, Goðafoss og Fjallfoss. Breska félagið sem hann starfaði með náði svipaleyti samningum Sogsfossa. Í öllum tilvikum var leigusamninga til ótiltekins eða mjög langs tíma að ræða, 100 til 200 ára. Oddur varð nokkru síðar afhuga framkvæmdum á Íslandi og seldi Einari fossaréttindin. Nærri má geta hverjum augum Einar Benediktsson, sem lagði bæði fé og fyrirhöfn í kaup á virkjunarréttindum, liti nú deilur landa sinna veiðigjald fyrir afnotarétt af fiskimiðum þjóðarinnar og erlenda fjárfestingu í íslenskum útvegsfyrirtækjum. Alþingismenn í Reykjavík sáu ýmis tormerki á fossaviðskiptum Einars Benediktssonar. Í umræðum á Alþingi var Einar ónafngreindur að vísu, sakhaður svo landráð að engum gat dulist við hvern var átt. Hannes Hafstein ráðherra lagði fram á Alþingi frumvarp til laga til að koma málum svo fyrir að eignar eða notkunarrétt fossa á Íslandi mættu þeir menn einir hljóta sem heimilisfang ættu hér á landi, eða þau félög sem ættu meiri hluta félagsstjórnar búsettan hérlendis. Frumvarpið varð að lögum sömu dagana og Einar var að flytja búferlum úr landi. Þingmenn munu hafa ætlað að með því hefði þeim tekist að setja Einari stólinn fyrir dyrnar. Einar setti þó ekki pípurnar í sekkin, heldur leitaði leiða til að sveigja áform sín undir ákvæði fossalagana. Þessi saga átti eftir að endurtaka sig. Fossafélagið Títan og systurfélög þess keyptu vatnsréttindi til virkjunar á Suðurlandi og átti langstærsta aflstöðin að rísa við Búrfell og verksmiðjur í námunda við orkuverin. En framkvæmdir drógust þar að fossanefnd Alþingis þurfti að fjalla málið. Hún var skipuð 1917 og skilaði áliti 1919, þríklofin. Nýtt frumvarp til vatnalaga var síðan rætt þing eftir þing og var loks samþykkt árið 1923. Var það mikill bálkur og margskonar hömlur settar á stórvirkjun fossa og fallvatna. Meðal annars var ráðherra heimilað að taka eignarnámi í þágu ríkisins fallvötn, jafnt virkjuð sem óvirkjuð, teldist slíkt í þjóðarhag. Við þær aðstæður mátti heita ókleift fyrir einstök fossafélög að ráðast hér í virkjunarframkvæmdir. Einar Benediktsson lét þó ekki deigan síga. Loftslag, lifnaðarhættir og jarðstaða Íslands mun lengi halda í við ofstreymi útlendinga inn á vinnumarkaðinn hjá oss. En þar, og þar einungis, er svo hætta til sem vakir fyrir mótspyrnumönnum erlendrar framtakssemi hér á landi. Auðmagnið sem kemur utan að er því aðeins hættulegt og nokkrum öðrum en þeim útlendingum er leggja það hér í vogun að þjóðblöndun stafi að því. Þetta hefur staðið allt of óljóst fyrir augum margra þeirra sem lagt hafa hér til þessi mál. Þeir hafa gleymt því að lögskipun landsmanna sjálfra ræður hér jafnt yfir útlendu fé sem innlendu og að þess vegna ætti orðið útlent fé í raunréttri fremur að merkja fé Íslendinga sem starfar í útlöndum heldur en fé útlendinga sem starfar hér. Við getum nú ekki sjálfir lengur dregið að opna augun fyrir því að dauð hönd liggur hér yfir öllu atvinnulífi, þótt þjóðin þræli baki brotnu ár út og ár inn. Einar Benediktsson leit svo á
að efnahagsstoðin væri að nokkru leyti andlegs eðlis og lægi djúpt í innviðum samfélagsins og í viðhorfum og hugarfari. Hugsunarháttur þjóðarinnar er háður því fyrirkomulagi sem er á löggjöfennar, stjórn og dómstólum. En hann ræður aftur mestu framtakssemi einstaklinga og félaga í þjóðarheildinni. Menn nota aldrei til fulls það frelsi sem þeim er veitt. Meðvitund manna þarflaus afskipti og tilhlautunarsemi annara af högum þeirra hindrar og bælir niður framtakssemi þeirra einnig á því verksvæði þar sem þeim er frjálst að vinna. Þessi höft hafa haldið Íslendingum í hömlu margar aldir og þau eru hinn dýpsta orsök til fátæktar einstakra manna í þjóðfélagi voru. Jafnframt því sem skoðanir verða skiptar einstaklingsráð eða félagsvald innanlands munu tvær stefnur óhjákvæmilega myndast afstöðuna til erlendrar starfsemi og fjárframlaga á því svæði sem lögskipun Íslands nær yfir. Önnur stefnan er sú að draga sem mest af afli og auði annarra þjóða inn yfir óbyggðu víðáttulöndin, þar sem kúgun síðustu alda og nú síðast hirðuleysi og blindni löggjafa óstjórnarinnar innlendu hafa skilið landið eftir fyrir komandi kynslóðir svo að segja eins og óskrifað eyðublað. Og hin stefnan verður sú að taka varlega við eða jafnvel sporna á móti þeim straum sem leitar á að utan vegna ótta við þjóðblöndun við erlend eignaráð, afkynjun tungu og þjóðernis og svo framvegis. Með nútíma skipun norðurálfunnar er auðmagnið blóð þjóðarlíkamanns og Ísland vantar það blóð. Mér höfum verið svo allt of lengi afskekktir frá þessum straumum sem hafa nært og fætt aðrar þjóðir álfunnar gegnum æðar og taugar fjárveltunar og nú, þegar við vöknum af svefni og sjáum þetta mikla land, óunnið, breiða út náttúrugæði sín fyrir fótum vorum, þá finnum við að holskefla auð máttarins þarf að velta inn yfir land vort ef þjóðin á að halda sér við og una lífskjörum sínum. Framfarir Íslands mega til að verða því hraðstökkari sem þær hafa dregist lengur. Hugvit þjóðarinnar sem á að geta verið ein megin uppspretta auðs, jafnt því sem á sér stað í öðrum löndum, liggur hér máttlaus og gagnslaus vegna fjárskorts. Vötn og gróðurlönd eru hér helst til nota fyrir málara og ferðasöguritara og aðra sem dást að náttúrufegurð. Auðmagnið vantar til þess að reisa af þeim viðurværi og menningarlíf fyrir 100.000. Þetta fjármagn streymir ekki inn í Ísland fyrir en gerbreyting verður hugsunarháttinn í löggjöf landsins. Hér hefur verið allt of lengi af vísindalausri sleggjudæmandi og hugmyndahatandi smásýni í löggjöf og fjármálum talað hátt öll félagsfyrirtæki sem fjárglæfra. Hér þarf að þagga þá sem standa yfir fátækri vanræktri þjóð með moldvörpu óvild á móti öllu því sem kemur öðrum þjóðum áfram. En það þó aukaatriði. Aðalmerkurinn málsins það að hér þurfa að koma fyrirætlanir sem byggjast á öðru en flokka þitt frá ári til árs og skammsýnni eldúspólitík frá hendinni til munnsins. Hér Evrópuland, frjósamara, fiskisælla og fjölauðugra en mörg önnur og svo víðáttu mikið að margar milljónir manna gætu lifað hér hámönnuðu þjóðlífi. Allt liggur svo að segja í kalda koli, að nokkru leyti vegna mannfæðar en að mestu leyti vegna framtaksleysis lögstjórnarinnar og bankana yfir alla þá framfara öld sem gengið hefur yfir norðurálfuna og nágrannalönd vor. Hugsjón Einars Benediktssonar að virkja íslenska fossa með erlendu fjármagni
hitaði ýmsum í hamsi og hitar þeim enn. Þorsteinn Erlingsson, skáld og ritstjóri, var einn þeirra sem líkti virkjun fallvatna við landráð. Og föðurlands ást þeirra fyrst það spyr, hve fémikill gripur hún yrði, því nú selst á þúsundir þetta sem fyrr var 30 peninga virði. Slíkum málflutningi mátti Einar Benediktsson una, svo mjög sem hann hafði látið réttarstöðu Íslands til sín taka í ræðu og riti. Einar Benediktsson hafði næmt auga fyrir upprennandi afburðamönnum. Sumarið 1914 kom Jóhannes Kjarval heim til Íslands að mála og hélt sölusýningu í Reykjavík haustið til að afla farareyris til frekara náms. Sýningin vakti ekki mikla eftirtekt meðal bæjarbúa. Sárafáar myndir seldust. Einar Benediktsson fékk þá 2 vini sína, kaupmenn í Reykjavík, til að kaupa öll verkin sem gengu af á sýningunni. Og þurfti Kjarval þá ekki að hafa frekari fjárhagsáhyggjur þar sem eftir var námsárana í Kaupmannahöfn. Löngu síðar sendi þjóðmálarinn þjóðskáldinu svohljóðandi afmæliskveðju. Braglind þín mun djúp, þó þorni tjörn hjá þjóð. En höll þín á hugans björgum mun standa alhrein aldir skálda. Því listgyðja geymir ask þinn. Þetta voru þau ár þegar Íslendingar fóru sjávarleiðina milli Íslands og Evrópu. Einar Benediktsson og Valgerður kona hans fóru margar slíkar ferðir sína daga. Sum árin fór Einar 8 eða 10 sinnum milli landa í viðskiptaerindum, ævinlega á fyrsta farrými. Einhverju sinni fluttu þau hjónin sig niður á 3. farrými til að spjalla við nokkra stúdenta sem þar voru og veittu þeim vel. Eitthvað mun frú Valgerður hafa sagt sem eggjaði einn stúdentinn til þess að gera ónærgætna athugasemd. Hvessti Einar þá augun á hópinn og spurði með þjósti, hver sagði þetta? Hjarta stúdentsins barðist í brjósti hans. Enginn gaf sig fram. Nokkru eftir að skipið nær landi í Kaupmannahöfn fær hinn framhleypni stúdent þau boð að Einar Benediktsson vilji hitta hann að heimili sínu. Þegar stúdentinn kemur þangað með lífið í lúkunum, líkur einkaþjónn Einars upp útidyrum veglegs einbýlishús þar sem Einar bjóð þau árin með fjölskyldu sinni. Leiðir stúdentinn í bókasafn skáldsins þar sem það situr í djúpum leðurhægindastól og þjónninn með hvíta hanska á höndum ber fram sherryflösku á silfurfati, 2 glös og vindorm. Erindi Einars þetta. Hann nýkominn að fundi með fjármálamönnum víðsvegar að og þeim ber öllum saman nauðsyn þess að endurreisa íslenska tungu í Norðurálfu. Og mátti á honum skilja að Alaska, Grænland og Síbería væru þá ekki undan skilin. En við erum engir draumóramenn, segir Einar. Við erum raunsæismenn og við teljum rétt að hefja viðreisnina í Færeyjum. Og má að því ekki stinga upp á því við þennan unga stúdent að hann fari vetralangt til Færeyja að kenna þeim íslensku og réttur honum ríflega ávísun. Stúdentinn tók boðinu feginshendi og andaði léttar. Að lokinni Færeyjavist kemur stúdentinn aftur til Kaupmannahafnar og fer þá aftur heim til Einars Benediktssonar til að gefa honum skýrslu ferðina og skila honum myndarlegum afgangi af farareyrinum. Einar virðist þá undarlega áhugalaus ferðina eins og hann sé búinn að gleyma tildrögum hennar og biður stúdentinn að eiga afganginn. Löngu síðar fékk Færeyjafærinn að vita hvernig í öllu lá. Einar Benediktsson hafði spurst fyrir strákinn sem hafði slest upp á frú Valgerði í glæðskapnum á 3. farrými og fengið þau svör að þar færi fátækur stúdent úr Borgarfirði sem ætti sér þann draum að læra norræn mál og færeysku. Þetta var Jón Helgason prófessor
síðar forstöðumaður Árnasafns í Kaupmannahöfn. Einar Benediktsson kom víða við. Á heimsstyrjaldarárunum fyrri fann hann upp og lét teikna nýja tegunda kafbáti og tók út alheims einkaleyfi fyrir uppfinningunni. Hann fann einnig upp nýja gerð fallhlífa handa flugmönnum og einmitt það leyti sem hann að glíma við þessi nýtískulegu hergögn ræður hann í Kaupmannahöfn danskan prest til að ganga heim til sín og lesa með sér hebresku. Einar var eins og Jón forseti einarður þjóðernissinni og ekki síður eindreginn alþjóðasinni. Hann var þó meiri heimsborgari en Jón og miklu víðförulli. Skáldskapur hans og málflutningur þrunginn innblæstri frá útlöndum, nær og fjær. Hann hafði einu sinni á efri árum vetursetu í Afríku með styrk frá alþingi. En aldrei orti hann á erlendum málum sem hann hafði þó gott vald á. Í Afríkuförinni þýddi hann nokkur kvæða sinna á dönsku og lét bjóða þau til birtingar í Danmörku, en dönsku blöðin fengust ekki til að birta þau. Vesturíslensk skáld þýddu nokkur kvæða hans á ensku eftir hans dag. Málflutningur Einars Benediktssonar bendir til að hann hafi kunnað hagfræði umfram flesta íslenska samtíðarmenn sína, eins og Jón forseti. En þó engar heimildir til að Einar hafi lært hagfræði af bókum. Samt var hann mikill bókamaður. Grænlandsbókasafn hans eitt sér tældi næstum 1000 bindi. Einar Benediktsson var á hinn bóginn gerólíkur Jóni Sigurðssyni að því leyti að Einar fór gjarnan ótróðnar slóðir og var óbanginn við að berjast þótt á brattan væri að sækja. Jón tók á hinn bóginn yfirleitt ekki upp önnur mál en þau sem hann taldi líklegt að kæmust í höfn í tæka tíð. Símon Jóhannes Ágústsson prófessor lýsir Einari Benediktssyni svo. Fyndnin lék svo á vörum hans að það ekki neinar ýgjur þótt sagt sé að vel fyndinn maður segi varla fleiri hnittiyrði allt sitt líf en Einar sagði oft á einni dagstund hann var í essinu sínu. Þessi andans auðlegð féll yfir menn eins og holskefla, svo að þeir stóðu sem höggdofa. Við þessa andlegu eiginleika bættist svo hinn mikilúðlega og fagra persóna hans og höfðinglegt fas. Einar var svo svipmikill og tígulegur að hann skar sig úr milljónum manna. En ekki voru allir ævinlega jafn sólgnir í félagsskap Einars Benediktssonar. Hann vann ásamt Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi til fyrstu verðlauna í kvæðakeppni fyrir Alþingishátíðina á Þingvöllum 1930. Dómnefndin ákvað að kvæði Davíðs skyldi sungið á hátíðinni og kvæði Einars skyldi sagt fram. Kvæði Einars var samt ekki flutt og honum var ekki boðið til hátíðarinnar og ekki heldur til hátíðarveislu sem Alþingi hélt á 700 manns í Valhöll. Hann fór þó á Þingvöll, gekk svæðið fyrsta daginn fram á kvöld meðan veislugestir streymdu fram hjá honum inn í Valhöll og sneri síðan aftur heim til Reykjavíkur. Aðrir sniðgengu Alþingishátíðina til að mótmæla þjóðfélagsástandinu. Halldóri Laxness gerði gys að upphöfnum hátíðarkvæðum skáldanna og orti eigin alþingiskandötu til söngs eftir 1930 og fjallaði mest efnahagsástand líðandi stundar á landinu. Síðustu 20 árin sem hann lifði naut Einar Benediktsson almennrar viðurkenningar sem höfuðskáld Íslendinga að séra Matthíasi Jochumssyni látnum. Í veraldlegri umsýslu náði Einar minni árangri sína daga. Ef frá talið framlag hans til þjóðfrelsisbaráttunnar fyrir aldamótin síðustu, má segja að hann hafi beðið lægri hlut í öllum helstu hugðarmálum sínum. Sigur hans kom síðar. Eftir hans dag risu flest þau mannvirki sem hann ætlaði sér að reisa. Raforkuver, sements- og áburðarverksmiðja, vatnsfallsvirkjanir og málmiðjuver, þótt til þeirra væri stofnað í smærri stíl en hann ráðgerði og á öðrum forsendum,
Því að opinberir aðilar, alþingi og bæjarstjórnir, höfðu að langmestu leyti þá forgöngu sem Einar hafði ætlað hlutafélögum þeim sem hann hafði stofnað og sjálfum sér. Steingrímur J. Þorsteinsson segir: Verður þá skiljanlegra hvers vegna forusta Einars entist ekki til stórvirkjana. Miklu réðu þar ytri aðstæður, aldarfar og fyrirstöður, en mestu réðu innanverðu öfl. Einar var í senn of stórhuga og draumhuga til þess að henta því hagnýtu athafnalífi. Fyrir sjónum hans hrundu takmörkin milli raunheima og óskaheima. En þar með skapaði hann sér það föðurland sem var honum verðugt yrkisefni. Og félögin og fyrirtækin, sem sér nú svo lítinn stað á framkvæmdasviðinu, urðu fjárhagslegur bakhjallur hans og gaf honum kost þeirra langdvala erlendis án slita við heimalandið, sem gert hafa skáldskap hans yfirtaksmeira og stærra í sníðum, en orðið hefði með einangraðri utanlandsvist eða óslitnum embættisferli á Íslandi. Þótt þau megnuðu aldrei að tendra hér rafljós, reisa iðjuver, né grafa úr jörðu góðmálma, þá báru þau neista að þeim bálköstum sem bjarma sinn senda gjörvallt landið fram í aldir. Lögðu nokkrar undirstöður í grunninn að háreistum og óbrotgjörnum hofum í heimi listarinnar. Áttu að því óbeinan hlut að grafið var það gull sem fellur ekki í gildi. Einar Benediktsson hefði áreiðanlega blásið á ályktunarorð ævisöguritara síns hrunin takmörk milli raunheima og óskheima.